Þú ert að hlusta á dómarabókina úr Biblíunni, heilagri ritningu. Lesari er Þóra Karítas Árnadóttir. Dómarabókin er hluti af Gamla testamentinu. Biblíuþýðingin sem lesin kom fyrst út á prenti árið 2007. Dómarabókin. Fyrsti kafli. Eftir andlát Jósúa spurðu Ísraelsmenn Drottinn: Hver okkar skal fara fyrstur gegn Kanverjum til þess að berjast við þá? Drottinn sagði: Júda skal fara gegn þeim. Ég gef landið í hendur honum. Júda sagði við Símeon bróður sinn: Komdu með mér á landsvæði mitt, svo að við getum báðir barist við Kanverjana. Þá skal ég líka fara með þér á þitt landsvæði. Símeon fór þá með honum. Júda fór og Drottinn gaf Kanverja og Peresíta í hendur þeirra og lögðu þeir þá að velli í Besek, alls 10.000 menn. Þeir fundu Adóní Besek í Besek, börðust við hann og unnu sigur á Kanverjum og Peresítum. En Adóní Besek flýði og veittu þeir honum eftirför, tóku hann höndum og hjuggu af honum þumalfingurna og stórutærnar. Þá mælti Adóní Besek: Af 70 konungum voru högnir þumalfingur og stórutær og urðu þeir að tína upp mola við borð mitt. Eins og ég hef gert, þannig gjaldur Guð mér. Fóru þeir síðan með hann til Jerúsalem og þar dó hann. Synir Júda herjuðu á Jerúsalem og unnu hana, felldu íbúana með sverðseggjum en lögðu síðan eld að borginni. Síðan héldu synir Júda þaðan til þess að berjast við Kanverjana sem bjuggu á fjöllunum í Suðurlandinu og á láglendinu. Júda fór gegn Kanverjunum sem bjuggu í Hebron, en Hebron hét áður Kirjat Arba. Þeir unnu sigur á Sesai, Ahiman og Talmai. Þaðan héldu þeir móti íbúum Debír, en Debír hét áður Kirjat Sefer. Kaleb sagði: Hverjum sem leggur Kirjat Sefer undir sig og vinnur hana, gef ég Aksa, dóttur mína, að konu. Otníel Kenason, yngri bróðir Kalebs, vann þá borgina og hann gaf honum Aksa dóttur sína að konu. Þegar hún átti að halda heim með bónda sínum, hvatti hún hann til þess að beiðast lands af föður hennar. Steig hún þá niður af asnanum. Kaleb spurði hana: Hvað viltu? Hún svaraði honum: Gefðu mér nú gjöf fyrst þú hefur gefið mig til Suðurlandsins. Gefðu mér vatnsból. Gaf hann henni þá efri lindirnar og neðri lindirnar. Synir Kenítans, tengdaföður Móse, höfðu farið úr Pálmaborginni með sonum Júda upp í Júdaeyðimörk sem fyrir sunnan Arat og settust þeir að meðal fólksins. En Júda fór með... Sample complete. Ready to continue?